Í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilagsanda, biðjum. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægðinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn. Amen. Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen.
Svo ritar postulinn. Eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. En það segi ég bræður að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað er: dauðinn er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vor Jesú Krist. Amen. Nafn. Jesús segir: allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé til Kristur.
Ef við íhugum lífið og tilveruna, þá verður okkur fljótt ljóst að í heiminum er regla og skipulag. Enda þótt lífið virði stundum ruglingslegt og kannski ekki síst á okkar tímum nú. Ég var að horfa á þátti í sjónvarpinu á dögunum líkamann og hvernig hann bregst við sársauka, ótta, kvíða og árásum baktería og vírusa. Ótrúlegt gangverk sem líkaminn okkar er, teljast sem við höfum lifað. Ég er búinn að fara yfir 70 ferðir. Höfundur Davíðssálmanna í Gamla testamentinu undraðist allt þetta ótrúlega gangverk og sagði meðal annars: þegar ég horf á himininn, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar, hvað er þá maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú gerðir hann litlu minn en Guð, krýndir hann hátign og heiðri, lest hann ríkja yfir handaverkum þínum. Lífið og veröldin eru undursamlegt fyrirbrigði og gangverk. Við fæðumst og deyjum, gegnum okkar hlutverkum og lífsleiðin og verðum svo kvödd í fyllingu tímans. Öll göngum við sömu leið. Í dag kveðjum við Ríkharð Hannesson og þökkum fyrir líf hans og störf. Hann fæddist á Hellissandi 9. apríl 1932. Foreldrar hans voru Guðrún Guðbjörnsdóttir og Hannes Elísson. Ríkharð var yngstur 6 systkina en elst var Helga, þá Elís, Berta, Reinar og Halla, sem öll eru nú fallin frá. Fjölskyldan flutti til Reykjavíkur 1940 og bjóð þar allar götur síðan. Ríkharð giftist Ingibjörgu Ásmundsdóttur árið 1959, áttu þau 2 syni, 6 barnabörn og 1 barnabarnabarn. Ingibjörg lifir mann sinn. Ásmundur Ragnar er fæddur 55, kvæntur Guðrúnu Sigurðardóttur og eru börn þeirra Ingibjörg, dóttir hennar Ásrún Embla, faðir Ragnar Hörður Hinriksson og svo Ingvar Þór. Hannes Rúnar, 63, kvæntur Ragnhildi Kristjánsdóttur og eru börn þeirra Gunnur Ír, Fannar Freyr, Ríkharð Rafn og Margrét Mist. Ríkharð var stúdent frá Vesturlandsskóla Íslands árið 1954 og lauk viðskiptafræðiprófi frá Háskóla Íslands 1958. Þá hóf hann störf í sínu fagi og átti farsælan feril sem hann endaði í eigin fjölskyldufyrirtæki sem sinnti útflutningi á fiskimjöli fram yfir aldamótin síðustu. Ríkharð var félagslyndur, tók þátt í störfum félags íslenskra stórkaupmanna, nú félags atvinnurekenda. Hann var félagi Lionsklúbbnum Fjölni og gegndi þar trúnaðarstörfum árabil.
Hann gekk í frímúrararegluna þar sem hann var virkur í yfir 3 áratugi. Gegndi þar margs konar trúnaðarstörfum og hafði mikla unun af því samstarf öllu saman og kvaddur hér með heiðursverði bræðra og líkmönnum úr reglunni sem munu bera kistu hans út. Ástvinir hans tala hann sem einkar hlýjan mann, blíðan og ljúfan. Hann hafði auga fyrir hinu spaugilega í lífinu, hafði gaman af gríni og var kátur að eðlisfari. Hann var stoltur af því að hafa fæðst og alist upp á Snæfellsnesi undir jökli eins og sagt og hafði sterkar taugar til Hellisands. Þau hjónin bjuggu á nokkrum stöðum í Reykjavík en á sama svæðun svo má segja, austan miðborgar og næstum inn að Elliðaám. Snorrabraut í Álftamýri, Háaleitisbraut, Búlandi, Neðstaleiti, Suðurlandsbraut 60 eða Mörkinni. Hann flutti inn á hjúkrunarheimili þar áramót en Ingibjörg hefur verið þær í 3 ár. Þar áttu þau saman 20 daga í herbyggi hlið við hlið. Hann varð fyrir því að detta og brotna eftir góðan dag þar sem þau Ingibjörg höfðu haldist í hendur. Þau voru alla til náin og áttu gott hjónaband, farsælt líf og barnalán. Árin í sumarbústaðunum í Svarfhólsskógi sem þau byggðu 1982 urðu mörg og góð. Þar gróðursettu þau þúsundir trjá og nutu þess að sjá gróðurinn dafna. Þau nutu þess að vera 2, vera eiland, vera saman og gleðjast yfir hvort öðru. Oft voru þau komin í bústaðinn páska og voru þar fram á haust og barnabörnin nutu þess að fá að vera hjá ömmu og afa. Ættingjar Ríkharðs héldu vel saman árabil. Hannes faðir hans sem vann árabil í Breiðagerðisskóla fékk að halda þar jólaball fyrir systkinahóp Ríkharðs og fjölskyldu þeirra. Það voru vinsælar samkomur og jólasveinninn hápunkturinn auðvitað fyrir börnin. Eftir að Hannes hætti störfum í skólanum lögðust þessar samkomur af en frændsystkinin hittast áfram af og til. Fjölskylda Ríkharðs á fagrar minningar góðan mann. Léttleiki, kátína og hressileiki einkenndu hann og svo var hann mjög félagslyndur maður, var vel liðinn og skemmtilegur. Vítirnar voru fleiri því hann var líka viðkvæmur og ofta stutt í tárin hjá honum. Það góður eiginleiki að geta sýnt veikleika en verið samt sterkur. Harpan í brjóstu okkar þarf að fá að hljóma með bæði skærum hljómum og döprum. Við erum sköpuð með hæfileikan til að upplifa tilfinningar og líka til að njóta fegurðar lífsins og fjölbreytileika þess. Ríkharð var einkar listfengur. Hann var handlaginn, hafði afar fagra rithönd og fékkst mikið við útskurð síðari árin. Hann var vandvirkur. Á ískápnum heima héngu oft miðar með hans fallegu rithönd með orðum sem hann vildi muna og íhuga. Ungan langaði hann að verða arkitekt en fór í viðskiptafræðinám eftir Versló. En áhuginn var til staðar og dráttleiknin því hann rissaði og teiknaði allt sem gera átti og þurfti í og við sumarbústaðinn. Svo rifjuðu strákarnir hans og tengdadætur upp bækurnar sem hann gerði fyrir barnabörnin með jólasveinamyndum og úrklippum úr myndarsögum okkans og með eigin skrifum. Dýrmætar minningar. Þau myndust líka á hvað hann var gjarna á að hafa allt í röð og reglu. Allar snúrur sem tengjast raftækjum og tölvum voru fléttaðar saman til styttingar, svo það lægi ekki öll gólf. Viðskiptafræðingur sem rekið hefur fyrirtæki mörg ár veit að bókhald og rekstur verður að vera í lagi. Þar verður alltaf verið röð og reglu. Bókhald list reglu sem leiðir til niðurstöðu rekstrar með hagnaði eða tapi og þar á milli ein tala sem fyllir upp í bilið og hefur áhrif á höfuðstól áramót. Eykur eigið fé eða skerðir það. Þetta lögmál í viðskiptum. Það regla í tilverunni. Það vissi Ríkharð og þess vegna leið honum svo vel í frímúrarareglunni. Við bræður tölum oft regluna með stórum staf. Hún mannræktarfélag sem skapar mönnum vettvang til sjálfskoðunar og ræktunar út frá reglum tilverunar og lögmálum. Og svo það nafnið hans, Ríkharð eða Ríkharður, sem merkir þann ríkir með festu,
stjórnar eftir lögmálum og regluverki. Svo hann bar nafn með rentu. Það er regla í tilverunni og mannkyni hefur aldir og árþúsund haft þá vitund að í tilverunni sé líka einhvers konar bókhald rétt og rangt og uppgjör að lífi loknu. Í þeim efnum hollt og gott að eiga trú á miskunnsaman Guð og kærleiksríkan, og taki eftir þessum orðum, miskunnsaman Guð og kærleiksríkan. Jesús Kristur birti okkur eðli Guðs, en þegar hann starfaði og kendi hér á jörðu. Enn lærir mannkynið að lifa eftir forskrift hans, þar sem trú, von og kærleikur eru kjarninn. Ég kvíði ekki að mæta Guði á efsta degi, því þá mæti ég miskunn, fyrirgefningu og skilyrðislausum kærleika. Það er fagnaðarerindi kristinna trúar og í anda þess, það er í fagnaðarerindi kristinna trúar og anda þess sem við kveðjum látinn ástvin og þökkum fyrir líf hans. Guð blessi minningu Ríkhards Hannessonar og Guð blessi þig á lífsins vegi. Amen. Miskunna þú oss, Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss, Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar þjóðunum og til vegsendar líð þínum Ísrael. Amen.
Biðjum. Faðir vor á himnum, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Líti í náð til Ríkharðs Hannessonar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit oss í trúnni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Allar bænir vorar felum verið þeirri bæn sem Drottin hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þín friði. Amen. Og við syngjum saman.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Og Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.